Komið þið sæl. Í þessari hljóðglæru er fjallað um skjala- og skráarvistun. Í kröfum gæðastjórnun iðnmeistara, byggingarstjóra, hönnuða og hönnunarstjóra í nýjum lögum mannvirki er meginkrafan sú að skjala- og skráarvistun þessara aðila sé í lagi. Það er ekki síður mikilvægt að aðal- og undirverktakar séu með vandaða vistun á skjölum og skrám. Samkvæmt alþjóðastaðlinum gæðastjórnun ISO 9001 er gerður greinarmunur á því þegar talað skjalastýringu annars vegar og stýringu skráa hins vegar. Til að fara rétt af stað þegar ráðist í uppbyggingu á gæðastjórnunarkerfi er mjög mikilvægt að gera sér grein fyrir mununum á þessum tveimur hugtökum, skjalastýring og stýring skráa. Þó að hér verði fjallað þessi hugtök út frá kröfum í lögum mannvirki til byggingarstjóra og iðnmeistara á það sama við í einhverri mynd í öllum fyrirtækjum. Byrjum á að skoða nokkrar orðskýringar. Eins og áður sagði er gerður greinarmunur á skjalastýringu annars vegar og stýringu skráa hins vegar. Samkvæmt ISO 9001 er gerð krafa að þeir sem ætla að fullnægja kröfum staðalsins þurfa að gera skriflega verklagsreglu þessa tvo þætti, skjalastýringu og stýringu skráa. Það segir okkur hversu mikilvægt þetta er í stjórnun fyrirtækja. Grein 4.2.3 skjalastýringu er svohljóðandi. Stýra skal þeim skjölum sem þörf er á vegna gæðastjórnarkerfis. Síðan er bent á að skrá er sérstök tegund skjala og þeim skal stýrt í samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í 4.2.4. Og í 2.4.2.4 stendur: Skrám sem komið er upp til sönnunar að samræmi sé gætt við kröfur og að gæðastjórnarkerfið sé starfrækt á virkan hátt skal stýrt. Skoðum þessu hugtök nánar. Samkvæmt framansögðu erum við annars vegar með skjal og hins vegar skrá. Hvort tveggja þurfum við að varðveita með markvissum hætti og tölum þá skjala- og skráarvistun. Skoðum hvernig skjöl og skrár sem tilheyra gæðastjórnarkerfinu og verkum eða málum sem við erum að vinna að birtast okkur daglega og hvar við vistum þessi gögn. Algengast er að skjöl og skrár sé í formi pappírs eða sem rafræn gögn, en geta þó verið í hvaða formi sem er. Skjöl eru gögn sem notuð til leiðbeininga eða eyðublöð af einhverju tagi til þess að skrá heimildir og niðurstöður. Skrár eru hins vegar eyðublöð eða annað álíka sem hefur verið notað til skráninga og staðfesti það sem hefur verið gert eða átt sér stað. Eða eins og segir í grein 4.2.4 til sönnunar að samræmis hafi verið gætt við kröfur. Það segir sér væntanlega sjálft að við geymum skjöl í skjalavistunarkerfi en skrár í skráarvistunarkerfi. Gæðahandbókin eða gæðastjórnarkerfið er mikilvægasti hluti skjalavistunarkerfis hvers fyrirtækis. Þar er að finna verklagsreglur, leiðbeiningar og upplýsingar fyrir stjórnendur og almenna starfsmenn að vinna eftir ásamt eyðublöðum til skráninga. Hins vegar er skráarvistunarkerfi sá hluti af verkbókhaldi þar sem við vistum niðurstöðu verkefna og stundum er kallað verkmappa eða málabókhald. Þar er að finna upplýsingar hvað, hvenær og hvernig var framkvæmt, svo sem tilboð, samningar, fundagerðir, skýrslur, niðurstöður og prófunum, úttektum og fleira. Til að ekki verði misskilningur með hugtök þegar við heyrum minnst á samningsnúmer, verknúmer og málanúmer þá er verið að tala sama hlut með mismunandi hugtökum. Samtök iðnaðarins hafa útbúið drög að skjalavistunarkerfi í formi gæðahandbókar ásamt skráarvistunarkerfi þar sem félagsmönnum er boðinn aðgangur. Þar er uppbyggingin með þeim hætti sem áður er lýst, þar sem skjöl í formi verklagsreglna og vinnuleiðbeininga ásamt gátlistum, samningseyðublöðum, prófunar og eftirlitsblöðum eru vistuð í gæðakerfinu. Þegar á þarf að halda er afrit tekið úr gæðakerfinu, það fyllt út og síðan vistuð í skráarvistunarkerfinu sem heimild hvað hafi verið gert, hvað hafi verið samið, hvað hafi verið skoðað, hvernig niðurstaðan var og svo framvegis. Við skulum skoða hvernig þetta lítur út með því að líta inn í gæðakerfið SIP. Hér sjáum við gæðahandbókina eða gæðakerfið sem er í 9 köflum frá 0 til 8. Hver kafli inniheldur undirkafla einn eða fleiri þar sem búið er að flokka og vista meðal annars skipurit, starfslýsingar, verklagsreglur, vinnulýsingar, nauðsynlega gátlista og eyðublöð til skráninga og samt öðrum upplýsingum sem þurfa að vera starfsfólki aðgengilegar. Hér til hliðar getum við opnað inn í skráarvistunarkerfið og þaðan inn í verkmöppurnar eins og við viljum kalla það hér. Þar sjáum við að möppunum er raðað eftir hlaupandi verknúmerum og tilvísun í verkkaupa og verkstað. Þar er að finna öll rafræn gögn er varða tiltekið verk
hvort sem það eru teikningar, verklýsingar, úttektarblöð, samningar eða tölvupóstur. Ef eitthvað af gögnunum er á pappír, þá eigum við möppu upp í hillu eða skjalavasa í skjalaskúfu sem ber sama verknúmer. Þannig þurfum við aldrei að leita að gögnum, heldur göngum að þeim vísum á einum stað, kyrfilega merkt með viðeigandi verknúmeri. Mjög skynsamlegt er að hafa það fyrir fasta reglu að merkja öll gögn er varða tiltekið verk með viðeigandi verknúmeri, þá á ég við öll gögn, hvort sem það eru teikningar, úttektarnótur, steypunótur eða hvað annað sem tilheyrir verkinu. Þannig tryggjum við rekjanleika og þeir sem þurfa að meðhöndla og vista gögnin eru aldrei í vafa hvaða verki þau tilheyra. Þar með látum við þetta nægja skjala- og skráarvistun og þökkum athyglina.